Góðir gestir, núna heyrist ágætlega í mér alveg aftur á aftasta bekk. Það virkar þannig fyrst að það svona verða þögn í salnum. Baldur Pálsson heiti ég, fræðslustjóri Seltjarnarnesbæjar og ég býð ykkur velkomin á þennan fræðslufund fyrir hönd starfshóps sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu símenntun grunnskólakennara. Sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu hafa verið í samstarfi allt frá árinu 2012 að bjóða upp á símenntun fyrir grunnskólakennara á svæðinu eins og mörgum ykkar er kunnugt og mörg ykkar hafa tekið þátt í. Og við höfum núna 2 ára skeið unnið að því að styðja við færni kennara til að koma til móts við nemendur sem ekki á íslensku móðurmáli. Síðastliðið haust þá fóru 28 kennarar og kennsluráðgjafar á okkar vegum til Danmerkur, Noregs og Svíþjóðar. Það segir heimsóttu skóla og skólaskrifstofur nokkra sveitarfélaga til að fræðast hvernig staðið að móttöku og eftirfylgni við nemendur sem eiga þá annað móðurmál en dönsku, norsku og sænsku. Og þetta er 3. og síðasti fræðslufundurinn núna á voruninni í kjölfar þessara ferða sem fjallar þá kennslu og móttöku innflytjenda. Og í dag þá er áherslan á stefnu í námi barna af erlendum uppruna. Fundurinn er tekinn upp þannig að ég ætla að biðja ykkur sem að flytja fyrirlesturinn hérna eftir að tala í hljóðnemann þannig að við fáum góða upptök á því og þá eru þið líka alveg örugglega í mynd. Glærurnar verður líka teknar upp að vanda og upptökunum verður komið fyrir á vef verkefnisins sem er ssh.mentamiðja.is bara innan fárra daga. Þátttökulistar, við látnum í gangi salinn og ég ætla að biðja ykkur að merkja við ykkur ef að nafnið ykkar er ekki á þátttökulista að skrifa ykkur á lista viðkomandi sveitarfélags. En ég vil eftirláta bara þeim hóp sem að fer með fræðslunni í dag að kynna sig og sitt verkefni. Gjörið þið svo vel. Góðan og blessaðan daginn, heyrist í mig svona? Ég kann ekki að tala svona hátt. Og ég ætla að byrja bara á því að kynna okkur sem að standa að þessari fræðslu í dag og biðja þær að rísa á fætur þegar ég kynni þær. Það er Anna Rós Bergsdóttir sem er deildarstjóri hælisleitenda í Hvaleyrarskóla í Hafnarfirði. Það er Þórdís Helga Ólafsdóttir, sérkennslufulltrúi í Hafnarfirði. Kristrún Sigurjónsdóttir, kennsluráðgjafi í Hafnarfirði. Það er Ólöf Kristín Einarsdóttir, sérkennari í Selbuskóla sem er vist ég sjálf. Það er Sigrún Lilja Jónasdóttir, stærðfræðikennari í Austurbæjarskóla. Það er Ragna Ólafsdóttir, umsjónarkennari í Smáraskóla. Ég ætla nú að gera svona. Það er Elena Martínez Pérez, umsjónarkennari í Krikaskóla og Ír Þórðardóttir, umsjónarkennari í Lágafellsskóla. Ragnheiður Valgerður Sigtryggsdóttir, hún er kennari í Háteigsskóla. Staðið er að þessari fræðslu vegna þess að farið var í námsferðir til Norðurlandanna haustið 2017 á vegum verkefnisins Supporting Literacy and Integration of Bilingual Students. Samband íslenska sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu stóð fyrir ferðunum sem fjármagnaðar voru af Erasmus Plus menntaverkefni Evrópusambandsins. Á 3. dögum kennara tók þátt í ferðunum sem stóðu yfir í 5 daga. Einn hópur fór til Svíþjóðar, annar til Danmerkur og svo 3. til Noregs eins og fram hefur komið. Þau sveitarfélög sem tóku á móti hópunum voru Malmö í Svíþjóð, Kaupmannahöfn, Horshol og Hróarskelda í Danmörku og Ósló, Bærum og Hamar í Noregi. Markmið ferðarinnar var að kynna starfsháttum á Norðurlöndunum varðandi móttöku og skipulag náms og kennslu barna af erlendum uppruna. Í fræðslunni mun vera stika á stórum það sem okkur fannst markverðast í ferðinni, síðan verður farið ítarlega í stöðumat sem notað er í Svíþjóð og lokum verður farið í efni skýrslu Nordic Welfare Center sem fjallar móttöku, kennslu og aðlögun nemenda og skýrslan var nýverið gefin út. Við höfum skipt flutningum á milli okkar og mínum hluta nú lokið og Sigrún Lilja ætlar að taka við. Gjörið svo vel.
Já, komið þið sæl, ég Sigrún Lilja og í Austurbæjarskóla og ég ætla að tala hérna aðeins þetta skipulag og móttöku á Norðurlöndunum. Það eitthvað af þessu sem ég að segja sem hefur komið hér áður vegna þess að það hafa verið fleiri fundir en þetta þá bara smá endurtekning. En í öllum sveitarfélögum sem við skoðum þessi hópur, þá voru ákveðnir verkferlar í gangi hjá sveitarfélögum. Og það var reyndar misjafnt eftir sveitarfélögum hvað stefnu þeir voru með og hvaða verkferla og einnig hvaða úrræði voru í boði fyrir nemendur. En í stóru sveitarfélögunum eins og Kaupmannahöfn og Oslo og Malmö, þar voru svona tungumálamiðstöðvar sem voru fyrsti viðkomustaður nemendanna sem komu til borgarna. Og ég get sagt að ég fór til Danmerkur og þar heiti stefna hjá þeim nýju København og þar þau bara með eitt netfang og eitt símanúmer sem allir sem koma inn með börn erlendis frá þurfa að láta vita af sér í þetta apparat. Og þannig telja þessi hafa mjög gott yfirlit yfir það hver margir koma til borgarinnar og geta fylgt þeim vel eftir. Í þessum tungumálamiðstöðum þá lagt fyrir stöðumat og þar verið að kanna þekkingu barnanna sem þau hafa fyrir. Flest hafa nú einhverja þekkingu þegar þau koma og það líka verið að skoða læsi hjá þeim, hvernig þau standi læsi og talnaskilningi og þegar þau eru búin að fara í gegnum þetta þá fara þau í þetta stöðumat en sum sveitarfélögin, þessi minni, þau ekki með svona tungumálamiðstöðvar. Og þá þetta yfirleitt bara svona móttökuskólar sem eru í þeim sveitarfélögum eða jafnvel bara almennir skólar sem eru þá með mjög ákveðna verkferla sem þeir fara eftir. Og út frá þessum niðurstöðum sem síðan koma út úr stöðumatinu þá auðvitað að skoða hvað þarf að gera. Hversu mikinn stuðning þarf barnið að fá og það í framhaldi af því ákveðið hvaða úrræði best að senda barnið í til að byrja með og það mjög misjafnt hvernig úrræðinni eru. Sumir eru með svona skammtímaúrræði. Ég til dæmis var í Hróarskeldu, satt inn í bekk þar sem voru svona 12 vikna prógram sem við örugglega búið að segja frá í fyrri fyrirlestrum og þá það þannig að bara nemandinn sem kemur inn, hann bara fer inn í þá viku sem hann kemur og svo rúllar hann þessar 12 vikur og þarna í þessu skammtímaúrræðum lögð mikil áhersla á að kenna góðan tungumálaforða og það alveg sett fast prógram í hverri viku og það líka svona mikil fræðsla samfélagið, hvernig samfélagið byggt upp í þessu heimalandi og svo framvegis. Og svo þegar þau eru búin að fara í þessi skammtímaúrræði þá hugsað hvað þau fari í áfram og það getur verið mismunandi. En það mörg sveitarfélög með svona skammtímaúrræði, þau ekki eins alls staðar. Eins og þarna í Hróarskeldu voru þetta 12 vikur, ég held að Svíarnir séu með 8 vikur, þannig þetta svolítið misjafnt. Og svo í sumum sveitarfélögunum þá fer einhver hlutanefndum beint inn í svona móttökubekki og aðrir fara bara inn í almenna bekki og hafa þá mikinn stuðning. Þannig að það mjög mismunandi úrræði í boði fyrir krakkana en samt vil ég taka það fram að hvert sveitarfélag alveg búið að leggja línurnar fyrir sitt sveitarfélag og þær sakna ég mjög hér heima. Það alveg á hreinu hvernig á að vinna með börnin. Og ég getur talað eins af reynslunni því að ég búin að vera mjög lengi í Austurbæjarskólanum og við vorum móttökuskóli í 4 til 5 ár, þá var stefna. Það var bara góð stefna. Svo allt í einu var við vorum móðurskóli í fjölmenningu, allt í einu bara var einhvern veginn þurrkað út og það ekkert komið í staðinn. Takk fyrir mig. Ég ætla að segja ykkur aðeins frá tungumálamiðstöðinni í Malmö. En það starfrækt tungumálamiðstöð sem gegnir margvíslegu hlutverki varðandi þjónustu við nemendur af erlendum uppruna. Öll nýkomin börn á skólaaldri eru skráð í tungumálamiðstöðina og hún fyrsti viðkomustaður allra barna sem koma.
og foreldrarnir fylgja með. Síðan rekur tungumálamiðstöðin skóla fyrir nýkomna nemendur sem heitir Mósaíkskólinn og þar tekið innritunarviðtal og stöðumat lagt fyrir nemendur og þeir fá kennslu í sænsku sem öðru tungumáli. Foreldrarnir fá líka kennslu og fræðslu sænska skólakerfið. Nemendur í 1. til 7. bekk eru að jafna ekki lengur 2 vikur í þessum skóla en fara síðan í stöðumat sem tekið á meðan þau eru þarna og síðan framhaldinu ákveðið hvert þau skuli fara og hvaða stuðning þau skuli fá og hvernig námið þeirra skuli háttað. Nemendur í 7. og 8. til 8. bekk eru lengur en þau eru 9 vikur í skólanum. En eldri nemendur, þegar þau eru komin í 9. bekk og eru nýkomnir til Svíþjóðar, þá fara þau ekki út í almenna skólana, heldur eru þau áfram og ljúka grunnnáminu í þessum skóla sem að undirbúa þau síðan undir framhaldsnám. Og það lögð mikil áhersla á að passa upp á læsi og talnaskilning hjá þeim sem eru illa stödd. Í tungumálamiðstöðinni vinna kennsluráðgjafar sem eru kennarar til ráðgjafar varðandi skipulag náms hvers einasta nemanda og það unnið út frá niðurstöðunni af stöðumati. Miðstöðin skipuleggur og heldur utanum móðurmálskennslu í Malmö og með námsleiðsögn. En rúmlega 50% nemenda í Malmö eiga rétt á móðurmálskennslu og námsleiðsögn. Ja, hejsan, jag heter Tordis Olofsdotter och jag kommer att hålla det här föredraget på svenska. Vad tycker ni om det? Förstår alla? Det är helt okej. En ég heiti sem sagt Þórdís Helga Ólafsdóttir, tvítyngd og ef ég mætti fá að tala mitt eigið tungumál þá myndi ég setja sænskun inn í hérna. Uppáhaldsorðið mitt í sænsku konsekvent. Uppáhaldsorðið mitt í íslensku að sansa. Það frá Akranesi eiginlega. Skagamenn þekkja það ekki. En ég ætla að fjalla, ég sem sagt ólst upp í Svíþjóð og búin að kenna í Svíþjóð, í Lundi og Malmö. Og á þar vini, vinkonu mín sem sagt sænsku 2 kennari í Malmö og hún rettaði okkur öllum þessum kynningum mér finnst það mikilvægt að þið vitið það, að hún rettaði okkur þessu og kynnti stöðumatið. Ég fékk upplýsingar frá henni stöðumatið fyrir nokkru og Svíarnir eru auðvitað búin að vera með fjölmenninguna í mörg herrans ár og eru orðnir reyndir. Þeir taka oft á móti flestur flóttafólki og þeir lenda auðvitað í því út frá PISA að PISA niðurstöður hrundu hjá þeim og þá fóru þeir að velta fyrir sig hvað getum við gert. Og þá settu þeir af stað stöðumatið. Og stöðumatið sem sagt orðið, það í grunnskólalögum í Svíþjóð. Að leggja fyrir í öllum skólum í Svíþjóð lagt fyrir stöðumat 1 og stöðumat 2. Það heitir kortleggning á svenska. Og ég ætla aðeins, það búið að fjalla stöðumati á öllum fundunum okkar og ég ætla bara rétt að segja ykkur frá þessu. Við Kristrún erum búin að þýða stöðumat 1 og við erum 3 sveitarfélög sem erum í samstarfi með þýðinguna síðan á stöðumatinu sem við munum síðan dreifa til allra hér á Íslandi. En þetta sem sagt, stöðumatið sem sagt skipt í stöðumat 1, 2 og 3 og stöðumat 1 fyrir þekking og reynsla og síðan læsi og talnaskilningur eins og búið að koma fram og síðan stöðumat 3, það kunnátta í faggreinum, til dæmis samfélagsfræði og náttúrufræði. Og mér finnst mjög mikilvægt að þegar við fáum nemendur að þá eru þau ekki óskrifað blað. Og Svíarnir auðvitað tók á móti alveg helling og sérstaklega í Malmö þar sem annarhvert nemandi af erlendum uppruna. Og þeir auðvitað tóku á móti Sýrlendingum og það fylltist lestarstöðin þar Þannig að þeir þurftu auðvitað að vanda til verka og eru reynslu miklir.
En þá sáu þeir auðvitað, ég ætla að sýna ykkur, þetta svona formið og þetta á skóla, skúlverket sem Menntamálastofnun Svía. Þá þetta allt opið, það hægt að skoða þetta og þetta á 24 tungumálum líka. En þetta fyrsta skrefið sem sagt, það fyrir þekking og svo kemur literacy sem auðvitað læsir og svo numeracy talnaskilningur. En stöðumat 1 þá það markmið að styðja skólan í að staðsetja nemandann hvað varðar fyrir þekkingu og reynslu og niðurstöðu matsins auðvelda skólanum að skipuleggja nám nemandans út frá styrkleikum hans og þörfum. Og þarna voru Svíarnir auðvitað að fá nemendur sem höfðu aldrei verið í skóla, til dæmis. Þau voru búin að vera á flótta í mörg herrans ár og voru höfðu aldrei verið í skóla, voru kannski ekki læs. En þau voru búin að vera að gera eitthvað annað. Þau voru kannski búin að vera að hugsa systkini sín, elda mat og alls konar. Og það kemur fram í þessu fyrsta mati. Hvað þau kunna. Og þetta tekur 60 mínútur og forráðamaður alltaf með og túlkur líka alltaf með. Og hann túlkar á tungumálið, sterkasta tungumál barnsins. Það þarf ekki að vera móðumálið. Það var til dæmis nemandi sem var búinn að vera á flótta, var í flóttamannabúðum á Ítalíu og ítalska var hans sterkasta tungumál. Ekki eða persiska. Ekki persiska, eða arabíska. Og ég er búin að segja þetta, að vera að kanna fyrir þekkingu, hvað hann kann og annað. Og þarna túlkurinn, þetta á YouTube, það hægt að sjá svona viðtal á YouTube. Við erum ekki með það núna. Við munum síðan vera með þetta hér á YouTube, á okkar tungumáli. Þetta dæmi stöðumat sem við, Kristrún, erum búin að þýða. Þetta eru spurningar til nemandans. Skólinn vill vita og þá þetta þannig að kennarinn talar sem sagt, skólinn vill vita hvað tungumál þú kannt svo að þú fáir tækifæri að nota þekkingu þína og tungumálakunnáttu svo mig langar að spyrja. Svo koma spurningar. Hvaða tungumál kannt þú? Það aldrei talað móðumál, það alltaf talað hvað þitt sterkasta tungumál. Hvernig hefur þú lært þau? Hvernig notar þú þau? Hvaða tungumál finnst þér léttast að nota? Kannt að lesa og skrifa á fleiri en einu tungumáli? Ef já, hvaða tungumál? Og kannt ensku? Og í hvaða aðstæðum notar þú enskuna? Þannig að það verið að kanna alveg, það svolítið verið að kafa ofan í hvernig að nota tungumáli. Og síðan valkvæðar spurningar, hvaða tungumál lærðir þú fyrst? Hvaða tungumál hefur þú lært síðan? Og hvaða tungumál hefur þú notað mest? Og hvar og hvenær hefur þú notað málið? Til dæmis heima, í tölvuleikjum eða með vinum. Og síðan svona athugasemdir athuga hvað mál getur nýst best á stöðumati 2. Og móðumálskennsla, hvernig getur þú nýtt hana? Svíar eru auðvitað með móðumálskennsluna, það bara í grunnskólalögum að það þarf að vera móðumálskennsla. Og kennsla í 3. málinu til dæmis frönsku og þýsku og athuga hvort nemandinn nota tungumálin bæði í tali og ritmáli. Síðan út frá þessu íhlutun sett af stað. Í ákveðin tíma síðan staðan tekin og nemandinn metinn aftur og önnur íhlutun og þá ákveðið hver eru næstu skref. Þegar þetta búið þá stöðumat 2 og í stöðumat 2 skiptist sem sagt í A og B og A nemandi sem skammt á veg kominn í lestri og ritun og þá verið bæði að kanna í lestrinum bæði kannað ef það arabíska hvort hann þekkir orð, kann að lesa og með rétta áttuna í arabískunni til dæmis. Og B þá nemandi búinn að vera í skóla, kann að lesa, bæði læs og með búinn að vera í skólan. Og það nemandinn læs og skrifa. Þá skipta þessu í tvennt, það A-hópurinn og svo B-hópurinn.
og stöðumötin eru út frá því. Þið með ég alveg stoppa og spyrja. Hversu löngu eftir stöðumat 1 þetta tekið? Það bara svo í framhaldi. Stöðumat 1 eiginlega að vera að kanna grunninn. Síðan til aðtöku hvort að nemandinn lendir í A eða B, hvað á að leggja fyrir til að kanna. Og þá að vera að kanna þetta hvað hann kann á sínu tungumáli. Talnaskilningurinn, hann sem sagt, það var fjallað nú svolítið ítarlega hann á síðasta fundunum okkar hérna. Og þeir skiptast líka í A og B-hópa, það þá eftir aldri. Þeir eru líka með stöðumat fyrir nemendur með væga þroskahamlanir. Þannig að þeir skipta þessu mjög þétt niður. Og svo niðurstöðu matsins eins og ég sagði að þá búin til einstaklingsáætlun fyrir nemandann og það fer ráðgjöf út og eins og í Mósaíkskólanum þá fóru ráðgjafarnir sem tóku stöðumæti þar fóru út í skólana og kennararnir þar fengu þá ráðgjöf hvernig þeir ættu að leggja upp námi hjá þessum nemanda. Og hvað var það þá skipulega kennslu, námsefni og tímafjölda og svo var studiehandletarinn, það verið fjallað aðeins hana hérna eftir, en studiehandletarinn þá það yfirleitt móðurmálskennari sem kemur inn og þau hafa rétt á því í 60 mínútur og þá koma þau inn í bekkinn og eru túlkar eiginlega á milli. Hver býr til einstaklingsáætlana? Einstaklingsáætlana? Það eru skólarnir, já, stelpurnar, kennararnir í Mósaíkskólanum, þær koma með auðvitað mat fyrir skólana og skólarnir gera þetta alltaf áætlun síðan út frá matunum. Já, og það alltaf þannig, sko. Skólarnir sem sjá einstaklingsáætlana? Já, já. Það þannig. Og það auðvitað munurinn auðvitað úti auðvitað það eru sænsku 2 kennarar. Ég meina það nám í háskólanum í Svíþjóð og þú velur að fara inn á sænsku 2. Og ég sjálf hef kennt auðvitað sænsku 2 og móðurmálskennslu samtímis þann úti. Og það auðvitað frábært ef maður getur nýtt sér móðurmálskennarana inn í skólanum. Ég sé það nýtast mjög markvisst. Og móðurmálskennslan á skólatíma, hún aldrei eftir skóla. Það var 1900 þegar ég var í skóla í Svíþjóð, þá var alltaf á laugardögum eftir skóla, þá var móðurmálskennslan 1976. En það ekki þar lengur heldur þetta móðurmálskennsla alltaf á skólatíma. Stöðumat 3, það það val, það ekki í grunnskólalögunum, heldur það val hjá skólanum að leggja það fyrir. Og það að vera að kanna kunnáttunum hjá nemendum í faggreinunum. Og það gefur vísbendingunum fyrir kunnáttu nemandans og hvað kann hann til dæmis í náttúrufræði, veit hann hvað uppistöðulón Það uppáhaldsorðið mitt líka, uppistöðulón. Og það líka mikilvægt í kennslu, hvernig horfum við á kennsluna, erum við að horfa alltaf og miða við eintengda nemendur eða erum við að miða við tvítengda nemendur. Og ég held að við hér á Íslandi þurfum aðeins að fara setja upp tvítengdu gleraugun þegar við erum með bekk og ég hef einmitt verið með, í Lundi var ég með bekk sem var yfir 50% af erlendum uppruna, það var ekki vandamál, skiljið. Það var hluti af vinnunni og þetta var hluti bara af kennslunni minni en þetta var aldrei vandamál. Og það sáum við líka í Rúsingóskólanum, þetta var ekki vandamál, þótt að skólinn var þar 100% með nemendur af erlendum uppruna. Já. Ég ekki? Þá komið að næsta, ég þakka fyrir. Komið sæl, ég heiti Ragnheiður Valgerður og er kennari í Háteigsskóla. Ég hef kennt íslensku sem annað þar frá 2005 og þar var ég móðurmálskennari í íslensku í Noregi og vann líka sem tvítengdu fagkennari eða brúarsmiður eins og það er kallað núna.
Þórdís er búin að fara dálítið vel í stöðumatið, en hvað gerir svo? Ein stærð hendar ekki öllum. Heimurinn er alls konar. Þetta börn af erlendum uppruna eru gífurlega breiður nemendahópur, hvað varðar bakgrunn, menningu, trúarbrögð, menntun, reynslu og fleira. Og undanförnum árum, og við höfum líka séð það á Íslandi, hefur flóttabörnum með brotna skólagöngu, unglingar, ólæsir unglingar, börn sem hafa verið lítið í skóla og erfiða reynslu í farteskinu fjölga mikið. Fylgdarlausum börnum hefur líka fjölgað mjög mikið. Norðurlöndin tóku á móti, ég held 4600 fylgdarlausum börnum árið 2016. Þetta er náttúrulega gífurlega stór hópur. Og ég held á Íslandi hafði verið 18. Þar sem nemendur af erlendum uppruna hafa mismunandi forsendur, mismunandi skólagöngu baki, hafa þeir ólíkar forsendur til náms. Það er því ljóst að í skóla án aðgreintingar, í skóla margbreytileikans, gagnast ekki ein nálgun öllum börnum. Við þurfum fjölbreytni. Við þurfum að aðlaga skólakerfi að nemendum með ólíka hæfni, ólíka reynslu, ólíka menntun. Á Norðurlöndunum er skólaúrræðið ákveðið á grundvelli stöðumatsins. Öll börn fara í stöðumat sem er einhver útfærsla á þessu sem Þórdís talaði Nemandinn fer svo mögulega í almennan bekk með stuðningi. Hann fer í móttökudeild í sveitarfélaginu. Hann fer mögulega í móttökudeild í móttökubekk í sínum eigin heimaskóla. Nokkra vikna grunnnámskeið í nýja málinu eins og var fjallað áðan, sérskóla. Það eru sérbekkir fyrir unglinga sem kunna hvorki að lesa né skrifa. Það eru mismunandi úrræði fyrir ólíka hópa, af því að ein nálgun gagnast ekki öllum. Við erum alltaf að tala skóla án aðgreiningar og í skóla án aðgreiningar felst jafn réttur til náms, ekki eins nám fyrir alla, að jafn réttur til náms. Allir nemendahópar eru fjölbreyttir en þessi nemendahópur er gífurlega fjölbreyttur. Markmiðið á hinum Norðurlöndunum með öllum þessum úrræðum er þó alltaf að nemandinn getur stundað nám í almennum bekk þegar hann hefur forsendur til. Og að þetta nám í sérúrræðum var ekki allt of lengi. Það er reynt að fara frá því að börn séu í sérdeildum og sérúrræðum í mörg ár eins og tíðkaðist áður fyrr og reynt að hafa þau miklu styttri tíma og gera kröfur. Ekki hér? Jú. Ef við tölum aðeins stuðning sem nemandinn fær og hvað við sáum í Noregi, Svíþjóð og Danmörku, þar eru gerðar námsáætlanir, einstaklingsáætlanir, þar sem gengið út frá getu og styrkleika nemandans, námsáætlun sem byggir á stöðumatinu, byggir á fyrri þekkingu nemandans og reynslu. Skólaúrræði, eins og ég var að útskýra, er valið út frá forsendum nemandans. Það er móðurmálskennsla, þar sem hægt er að koma því við. Það er ekki alltaf hægt í litlu sveitarfélögunum, en móðurmálskennsla er lögbundin við það og í aðalnámskrá. Markviss kennsla í nýju máli. Mikið úrval af námsefni til kennslu annars máls og mikið aðlöguðu námsefni. Sérnámsefni til dæmis fyrir hópinn sem ég var að tala unglingar sem eru ólæsir og óskrifandi.
Nemendur frá námsleiðsögn frá kennara sem tala móðurmál nemandans, brúarsmiður. Og svo myndað í skólanum teymi sem heldur utan nám og málefni nemandans. Það ekki einn kennari sem ber ábyrgð á nemandunum, heldur myndað teymi og þar sitja kennarar í öðru tungumáli, sérkennarar, umsjónarkennarar, stuðningsfulltrúar, námsráðgjafar, tómstundaráðgjafar eða þeir sem þörf á í hverju teymi. Hvernig svo þessum málum háttað á Íslandi? Ég ætla ekkert að svara því, ég ætla bara að láta þá spurningu liggja hérna í lausu lofti. Takk fyrir mig. Á ég eina glæru eftir fyrirgefið, ég var aðeins og fljóta mig. Ég ætla að tala foreldrasamstarf. Það alltaf verið að tala meira foreldrasamstarf og mikilvægi foreldrasamstarfs og að þessi foreldrar sem hafa mestu áhrifin á líf og nám barna sinna. Stuðningur foreldra sá einstaki þáttur sem hefur mest það að segja hvernig börnum vegnar í skóla. Og þar sjáum við að fylgdarlausu börnin auðvitað afskaplega brothættur hópur sem þarf gífurlegan stuðning. Það þarf að skapa tækifæri fyrir foreldra til þess að taka þátt í menntun barnanna sinna. Allir fagaðilar sem við tölum við á Norðurlöndunum lögðu mikla áherslu á mikilvægi foreldrasamstarfs og þess að leita leiða til þess að efla samskipti og samvinnu við foreldra. Það var oft borið á því hjá okkur að við boðum foreldra, erlenda foreldra eftir sömu leiðum, svo mæta ekki og einhvern veginn. Við náum aldrei að koma á þessu góða samstarfi. Það helst í leikskólanum sem það hefur tekist vel. Það hefur ekki tekist vel í grunnskólanum að koma á góðu foreldrasamstarfi. Svona yfirleitt ekki. Í sveitarfélögunum þar sem eru reknar tungumálamiðstöðvar fengu foreldrar oft fræðslu skólakerfi landanna. Í mörgum skólum voru fyrir utan foreldraviðtölin haldin foreldrakaffi þar sem boðið upp á fræðslu, spjall og veitingar og jafnvel aðilum utan skóla boðið eins og lögreglu og félagsráðgjöfum. Það hafa verið haldin einhver námskeið hérna, til dæmis námskeið í mentor fyrir erlenda foreldra og hitt og þetta, en að mínum mati ekki nógu markvisst. Takk fyrir mig núna. Nú ég búin núna. Góðan daginn. Ég heiti Kristrún Sigurjónsdóttir og kennsluráðgjafi fjölmenningu í leik- og grunnskólum í Hafnarfirði. Og ég ætla að taka hérna næstu nokkrar glærur. Það tiltölulega nýkomin út skýrsla frá Nordic Welfare Center þar sem var verið að taka út í raun og veru bestu leiðir sem hafa reynst best á Norðurlöndunum við móttöku barna af erlendum uppruna og það var skoðað alls konar módel hér og þar í löndunum, rætt við rannsakendur, þá sem að gera rannsóknir, rætt við fagfólk sem hafa mikla reynslu í þessum málaflokki og það var samanburður og gera tillögur í raun og veru að bestu leiðum sem reynst það vel. Og kannski ástæðan fyrir þeir farið út í þessa vinnu svo eins og á síðustu árum hafa fjölgað alveg gríðarlega mikið flóttafólki og fylgdarlausum börnum á Norðurlöndunum. Og við náttúrulega erum að horfa alltaf á tölur heldur við erum að gera hér á Íslandi, þannig að þeir sá ástæðu til þess á mörgum stöðum að bæta verkferla og taka upp nýja starfshætti
og þá verið að leitast við að tryggja þátttöku þessara barna, svona framtíðar þátttöku í samfélaginu og þau verði ekki jaðarsett. Og við erum þá að sjá að grunnurinn sem lagður að hann sé góður. Og það sé komið, eins og Ragnheiður kom inn á, komið til móts við þarfir mjög breiðs nemendahóps með ólíkar aðstæður. Og það mjög margt í þessari skýrslu í niðurstöðum hennar og í skýrslunni bara sjálfri sem að við sáum að væri praxis á Norðurlöndunum og þeim stöðum þar sem að við heimsóttum. Þannig að ég tók bara saman svona nokkra þætti. Og þá það kannski fyrst mikilvægi leik- og grunnskóla og í lífi og barnanna þá skipta þessar stofnanir gríðarlega miklu máli. Þegar það kemur að aðlögun, að kennslu, að líðan, að framtíðar þátttöku nemenda í samfélaginu. Ef að grunnurinn lagður vel og unnið vel í byrjun, þá eiga þessi nemendur miklu meiri tækifæri í framtíðinni. Við erum að horfa á gríðarlega mikið brottfall, til dæmis úr framhaldsskóla, og þá erum við kannski líka að tala börn sem eru búin að vera þarna síðan 7 ára eða jafnvel fædd þarna. Og þá eitthvað að einhvers staðar í okkar skipulagningu og vinnu, þó að það sé náttúrulega mjög margt vel gert víða. Og þetta með stöðumatið, enn og aftur, vonandi getum við bara tekið þetta upp sem fyrst og helst næsta haust, að það mikilvægt að þegar börnin koma við könnum fyrir þekkingu og reynslu og hvar styrkleikar þeirra liggja. Þau koma ekki sem óskrifablað. Við heyrum allt og oft, við sem erum að vinna með börnum alla daga, að þau séu mállaus. En ég segi alltaf, ég hef aldrei hitt mállaust barn. Og sum þessara barna sem verið að vísa til sem mállausra, þau tala kannski 3 eða 4 tungumál. Og þetta eitthvað sem við erum alltaf að hamra og segja, nei, barnið ekki mállaust. Og þá fáum við svörin, þú veist hvað ég meina, talar ekki íslensku. En það samt eitthvað viðhorf þarna. Þú veist, hvað það sem hvers konar fötlun það að tala ekki íslensku. Og við erum að hætta að nota þetta orðalag. Það þarf að skipuleggja nám og stuðning út frá styrkleikum nemandans og á réttu getustigi. Margir kennarar tala það að þeir fá nemendur inn í bekki og þeir vita ekki neitt hvað nemandi stendur. Þeir vita ekki hvað hann stendur í stærðfræði, hversu góður hann í lestri, hvaða þekking hann hefur. Þannig að það svona verið að prófa sig áfram bara smá saman. Og eftir einhverjar vikur eða mánuði þá fattar að stærðfræðefni allt og þungt eða þá barnið kann miklu meira stærðfræði. Þannig að þetta svona, við erum að byrja þarna á þessum punkti. Og að hafa væntingar til krakkana. Setja bara háar kröfur og háar væntingar og horfa til þess hvað þau hafa með sér, hvað þau kunna, ekki hvað þau kunna ekki. Og við stefnum að sjálfsögðu alltaf að virku tvíþingi og þátttöku nemenda í samfélaginu í framtíðinni. Af því að þetta eru náttúrulega börn sem að byggja okkar samfélag með okkur í framtíðinni. Og svo komið inn á mikilvægi móðurmáls og menningar. Og þá erum við sem erum að tala fjölmenningarlegt skólastarf, höfum við mjög mikið áhuga á þessu. Og í móðurmálinu og menningin, þetta nátengt okkar sjálfsmynd, bara sem einstaklinga, móðurmáli okkar og menningu. Ég held stundum að við skiljum, eða þú veist bara, erum ekki að hugsa endilega mikið það, þetta á við alla. Og það mikilvægt að börn og foreldra sem koma og flytja hingað, þau finni að það sé borin virðing fyrir menningu, móðurmáli, hefðum og siðum og að þessi margbreytileiki í skólastarfinu, hvort sem að leika grunnskóli, að hann sé sýnilegur. Það hefur sýnt, ég meina margar rannsóknir hafa sýnt það að þar sem hefur verið að leggja rækt við móðurmálið, styðja það. Ég veit til dæmis í íslensku, í Íslandi erum ekkert að bjóða upp á móðurmálskennslu með örfáum tungumálum, á meðan á hinum Norðurlöndunum þetta miklu algengara og í lögum sums staðar. Að það hefur sýnt sig að það að rækta móðurmálið, rækta menningu og menningu nemenda, það hefur jákvæð áhrif. Þetta styður við aðlögun
og að læra nýtt mál í nýju landi. Ef þú ert með þinn sterka grunn og þína sterku rætur í móðurmál og menningu. Og þetta líka þegar ég tala um sýnileika, að það að nemendur og foreldrar fá á tilfinningunni þegar þeir koma inn í skólan að börnin að þeir tilheyri skólasamfélaginu. Að það er lykillinn að því að það sé ekki þau og við heldur að sé hluti af skólasamfélaginu og þess vegna skiptir miklu máli að umhverfið, ytra umhverfi og innra starf skólans að það endurspegli hana margbreytileika. Og ég til dæmis bara get nefnt ykkur eitt dæmi að í Hvaleyrarskóla í Hafnarfirði er það fyrsta sem þú sérð þegar þú kemur inn í skólan, af því að þar eru töluð á 4. tug tungumála, að það eru sem sagt fánar allra landana og velkomin. Og þetta er bara fyrsti veggur sem þú sérð þegar þú kemur inn í skólan. Og foreldrar sem eru að koma með börn inn í skólan og líka náttúrulega fyrir börnin sjálf, þeir hafa margir talað þetta skiptið á miklu máli. Og daginn kom barn sem að byrjaði bara strax að leita, hvað er fáninn minn? Og hann var ekki á veggnum, af því að barn af þessu þjóðurinn hafði ekki verið í skólanum áður. En þegar að komi í skólan daginn eftir, þá var fáninn kominn og það skiptið að máli. Og þetta er líka með, og þú veist, að setja einhver orð bara, hvernig segjum við hæ og bæ og velkomin og annars slíkt, að hafa þetta í skólaumhverfinu og kenna öðrum börnum líka, það skiptir máli. Og hvað var það með eldri krakka að þá að taka inn, sem sagt að þetta er mjög góð mörg verkefni, það sem er verið að ræða þennan svona menningarlega margbreytileika og bara í lífsleikni, í samfélagsfræði, í svo mörgu landa fyrir öllum fögum að þessi fléttað inn. Og þannig erum við að styðja við mismunandi menningu líka og fræða náttúrulega börnin. Og það hefur sýnt sig að það sem að nemendur geta viðhaldi heimamenningu á meðan þeir eru að kynnast menningu í nýju landi, að það skiptir líka máli. Og til dæmis bara við höldum jól og segjum gleðileg jól, að við séum kannski meðvituð ef að barn er með föstu á Ramadan og í kjölfar Ramadan þá er stór hátíð sem skiptir þau rosalega miklu máli og að segja til hamingju eða eitthvað, að við vitum allavega svona nokkurn veginn bakgrunn og menningu nemenda. Og þetta, að það sé sýnilegt, að það séu börn af fleiri en einu þjóðerni í skólanum eða leikskólanum, það líka styrkir þá tilfinningu barnsins að það tilheyri hópnum, öllum hópnum, að sé ekki jaðarsett. Og svo nefna í sambandi við foreldrasamstarf enn og aftur að viðhorf og stuðningur foreldra hefur gríðarlega mikil áhrif á líðan barns og hvernig bara foreldrar vinna með skólanum og þess vegna er gott samstarf mjög mikilvægt. Getur verið flókið, til dæmis varðandi túlkamál og annað, en þetta er grundvelli fyrir því að vel takist til. Og það skiptir máli líka að leik- og grunnskóli hafi frumkvæði að foreldrasamstarfi vegna þess að það er erfitt fyrir erlent foreldri, sérstaklega sem talar ekki tungumálið, jafnvel ekki ensku, það er ekkert að sækja fram eða sitja fundi eða fræðslufundi eða annað á tungumáli sem hann skilur ekki og þú ert líka kannski í svona viðkvæmri stöðu og þá skiptir máli að við sækjum foreldra. Það getur tekið tíma og mörg viðtöl og allt það, en mín reynsla er allavega svo með góðu foreldrasamstarfi og að sækja og vera með gott upplýsingaflæði að það skilar sér. Síðan eru náttúrulega foreldrar og erlent starfsfólk í leik- og grunnskólum alveg ómetanlega uppspretta af alls konar fróðleik fyrir okkur varðandi menningu, varðandi móðurmál, trú, gildi, siði og annað og eru oft mjög fús til þess að deila ef við biðjum upplýsingar. Foreldrar geta haft önnur viðhorf og væntingar til skólastarfs og þarna er þetta svona menningarlæsi að við þurfum að bara skilja það. Við erum að til dæmis leggja mikla áherslu á að það sé lesi fyrir lítil börn á leikskólanum, lesi heima. Sums staðar er bara ekki hefð fyrir því. Það eru sagðar sögur eða eitthvað, en að lesa er kannski ekki hefðin. En við náttúrulega verðum bara að upplýsa fólk. Ég meina, sumir foreldrar eru ekki læsir.
það margt sem kemur upp, til dæmis frímínútur eru alltaf svona svolítið viðkvæmur punktur gjarnan fyrir erlendra foreldra því að ég hef oft átt samtöl við foreldra sem að segja bara að senda börn út í þessa rok og rigningu og stórhríð að þetta bara mannréttindabrot. Og þeir hafa bara stutt börnin sín í því að lauma sér inn á klósetti eða eitthvað þegar eru frímínútur í brjáluðu veðri. Og ég til dæmis var á ráðstefnu á Akureyri daginn þar sem að aðstoðarleikskólastjóri Vestan sagði okkur sögu af því að foreldrarnir það hefði farið alltaf mikil tími í foreldrasamstarfinu yfir því að foreldrar var að kvart yfir því að verið að setja svona lítil börn út í svona vont veður. Og hún sem sagt tók upp á því að hún tók myndir af börnunum í þessum aðstæðum og sendi viðkomandi foreldrum og þá sáu þeir börnin alveg alsæla að búa til snjóengil í snjónum og liggjandi veltandi sér upp úr drullupolli og eitthvað svona og þau var alveg bara fannst mjög gaman og bara þetta atriði að það nánast þurrkaðist út þessar kvartanir. Þetta líka spurning um að finna leiðir og spurning fræðslu. Herra, ég búin. Takk fyrir mig. Komið sæl og blessuð. Anna Rós heiti ég, Bergsdóttir, og ég deildarstjóri deildar sem við köllum Bjarg og í Hvaleyrarskóla og það deild fyrir börn í leit að alþjóðlegri vernd. Ég ætla aðeins að fara yfir, það búið að tala flest sem hér stendur, hvernig ég vera hér. En tillögur að úrbótum í þessu málaflokki, við höfum tekið saman nokkur atriði, þetta alls ekki tæmandi listi, ég vil taka það fram. En við köllum eftir skýrri stefnu ríkis- og sveitarfélaga varðandi málefni barna af erlendum uppruna og að við köllum eftir sameiginlegu verklagi sveitarfélagana varðandi móttöku og nám nemenda, að allir nýkomnir nemendur fari í það stöðumat sem áður hefur verið kynnt og ráðgjöf og bjargir fylgi til kennara. Við teljum að það muni létta mjög á kennurum ef að bjargir eru skýrar og liggja fyrir. Nemendum sé tryggt nám við hæfi á grundvelli stöðumatsins, að nemendum standi til boða móðurmálskennsla í þeirra eigin móðurmáli, en eins og við vitum að þá það í lögum víða á Norðurlöndunum hreinlega lögbundið að börn eiga rétt á námi á sínu móðurmáli. Að aðalnámskrá í íslensku sem öðru máli verði endurskoðuð og bætt, að sveitarfélögin bjóði upp á mismunandi námsúrræði því að eins og fram hefur komið að þá þessi hópur nýkominna nemenda mjög ólíkur og við getum verið að tala allt frá börnum sem eru að flytja til landsins sem að tala annað tungumál en eru fluglæs á sínu máli og það latneskt letur í það að börn sem eru jafnvel á unglingsaldri og hafa aldrei komið í skóla. Og hópurinn svo breiður að við þurfum að bregðast við þessu ekki sem einum hópi heldur hafa úrræði fyrir alla aðila og að það verði lögbundið. Lögð sé áhersla á að byggja upp sérþekkingu á málefnum barna af erlendum uppruna í sveitarfélögunum og að auka þarf einnig útgáfu og fjölbreytni á námsefni í íslensku sem öðru máli. Þetta mjög viðkvæmur þáttur fyrir okkur kennara því að eins og þið vitið örugglega flest að þá erum við að deila efni hvort til annars til dæmis á Facebook, á síðum á netinu
Þetta er ekki efni sem kemur frá opinberum stofnunum og þetta er mjög gott efni og kennarar að vinna ómælda vinnu á þessu sviði en það vantar yfir umsjón og það vantar gagnabanka og útgefin námsefni sem við getum treyst. Við myndum líka vilja sjá að það væri skylt að foreldrar þessara barna fái fræðslu samfélagið og íslenskt menntakerfi. Að það verði sett í lög og að grunnnám eða nám hér í kennaraháskólanum eða á menntavísindasviði verði endurskoðað. Í grunnnámi kennara verði til dæmis kennsla fyrir tvítengda eða fjöltengda nemendur og fjölmenningakennsluhættir skylduáfangar. Og að lokum að þá viljum við að það verði tryggt að á fót verði komið kennaranámi í íslensku sem öðru máli, svo kallaða ISAT-kennarar. Þetta eins og ég sagði engan veginn tæmandi listi, en þetta eru okkar tillögur og ef að þessu yrði að þá yrðum við ákaflega kátar og glaðar sem hér, eða glöð sem hér situm. Takk fyrir. Ég vil þakka hópnum kærlega fyrir greinargóða kynningu, góða framsögn. Okkur gefst ágætis tími til fyrirspurna og umræðna, þannig að þau gera það með þeim hætti að taka bara eina spurningu í einu og þið veljið úr hópnum hver svarar, en það ágætt að ég myndi heyra spurninguna ágætlega til að geta endurtekið hana fyrir upptökuna, svo það skili sér sem best. Aðeins að minna líka á þáttökulistana að þeir stoppa ekki einhvers staðar heldur gangi allan sal, þannig að allir þátttakendur nái að skrá sig á listanum. En spurningar, gjörið þið svo vel. Jónsvel. Langar til að spyrja hvort það hefur skoðun á því þegar við standa fyrir stofnun svona tungumálamiðstöðvar útgáfu námsefnis ríkið eða sveitarfélögin? Spurt hvort á hópurinn hafi skoðun á því hverjir standa fyrir útgáfu námsgagna og stofnun tungumála. Einhverju hópnum sem vil svara þessu? Já, ég hef nú alveg skoðun á því. Sko, mér finnst í raun og veru og það var það sem við sáum varðandi stofna úrræði, þú ert að tala það, er það ekki? Þegar að tala svona tungumálamiðstöðvar Já. og námsgagnaútgáfu. Ég held reyndar á tungumálamiðstöðu, við sáum þetta og sjá að sko það eru borgirnar og stærri borgir, þannig að ég get ímyndað mér eins og að Reykjavíkurborg gæti verið með eitthvað slíkt, en fyrir minni sveitarfélög þá væri það, þú veist, mjög erfitt í framkvæmd. Hins vegar þyrftu sveitarfélögin að ákveða bara hvert sveitarfélag fyrir sig, hvaða svona námsúrræði og í hvaða skólum og skipuleggja það hvaða stefnu marka sér í því. Það ætti að vera sveitarfélagana. Varðandi útgáfa námsefni þá finnst mér eðlilegt að Menntamálastofnun til dæmis gæfi út meira af námsefni. Það hefur verið gefið út ýmislegt gott, en það hefur líka verið skýrsla hjá Menntamálastofnun þar sem var farið bara mjög grundigt í námsefni sem vantar, bæði bækur og námsefni á vef, gagnvirkt efni og svo skýrsla liggur fyrir. Og eins og Anna Rós benti á að þetta er gríðarleg vinna fyrir kennara. Það er náttúrulega marga kennara sem vilja kenna íslensku sem annað mál og það bara dælast út frá þeim verkefnum og þetta er mikil vinna. Á meðan að almennir umsjónarkennarar sem eru kannski með 30 börn í bekk að þetta er varla framkvæmanlegt eða hægt að ætlast til þess í raun og veru. Af því að þú getur verið með 6 börn í hóp og þau eru öll á sitt hvorum staðnum í sitt hvorum námsefninu í raun og veru. Takk. Svara þetta spurningunni. Takk fyrir. Hvursu vel? Já, við langar bara að spyrja að þróunar kynjaútboðum í hvaða ferli fer það svo? Hver eru næstu skrefin?
Ég ætla að svara þessu vegna þess að sumir af þessum tillögum komu einnig fram á síðasta fræðslufundi. Þær voru gripnar og þeim beint af þeim hópi sem gengst fyrir þessari símyndun til stjórnar SSA að skora á hlutaðeigandi aðila að fylgja þessum málum eftir. Og ég held að vel flest af því sem kom hérna fram áðan hafi verið fylgt eftir í þeirri áskorun. Þannig að skilaboð þessara funda þau hafa alveg farið áfram og það efni sem hér hefur komið fram þá er náttúrulega einnig tekið og unnið úr því. Og þannig verið að setja fram eitthvað svona, jæja, eftir 13 tíma að það er komið hingað. Einhver að taka saman svona skýra stefnumótun í þessu? Ég hef ekki séð tímasetta framkvæmdaáætlun en það dylst einhvern sem hér situr og þetta hefur verið mjög mikið í umræðinu og þetta brennur mjög á kennurum og starfsfólki skólastjórnendum að við fáum bjargirnar til að fylgja eftir því sem við viljum svo gjarnan gera og því sem hefur verið mjög rætt á þessum fundum og á milli fundana. Talandi bjargir, andlega hluti hjá þessum blessuðurbörnum sem eru að koma út í sjálfsræðum hér og svona. Hvernig hefur samstarfið við skólanum? Nú var ég að reyna að lesa þetta í efni en sjálf ekki nokkuð slæðir um það á Norðurlöndunum að það væri sett inn svona eitthvað skipulag Í hópnum sem vil taka sér að svara því hvernig er unnið með líðan nemenda sem kom í móttökuskólanum? Það er önnur Rós hérna eftir til þess að koma líka. Sko, af því að nú erum við að fá mun breiðari nemendahóp og mun fleiri nemendur sem eru kannski mjög erfiða reynslu að baki og hafa verið lengi til dæmis á flótta eða upplifað mjög erfiða hluti að þetta er í raun og veru hérna, og ég kannski bið ykkur önnur Rós að segja aðeins hvernig það er að vinna með þetta í bjarginu. Ég var lengi í móttökudeildinni í Lækjaskóla og þá, sko, við í raun og veru fengum engan stuðning frá sálfræðingi inn. Það vantar og stundum í sumum tilfellum eiga þessi börn erfitt með í langan tíma á eftir að fara til sálfræðings. Þú veist, það er bara eitthvað sem þau eru ekki tilbúin í. Hins vegar er þessi sálræni stuðningur sem fá frá kennurum sem eru með þau og starfsfólki skóla og fólki sem þau treysta, hann skiptir líka ótrúlega miklu máli. En það er ekki settur inn. En ég held að til dæmis fyrir kennara að þá er mikilvægt að fá fræðslu til dæmis einkenni áfalla, streituröskunar, hvernig bregst maður við, af því að oft er það sá aðili sem vinnur nánast með barninu sem heldur bara best utan það og ef hann kann að bregðast við og vinna með barnið. Það kemur betur út kannski heldur en einhverju utanaðkomandi aðili út í bæja því við höfum líka verið með börn sem hafa bara ekki geta nýtt sér þá þjónustu. Hins vegar vil ég segja að þetta eru ekki bara flóttabörn sem þurfa stuðning. Þannig að við megum ekki heldur gleyma börnum sem eru að koma sem innflytjendur. Þau völdu ekki að koma eða fara frá ömmu sínum að afa eða vinum sínum og sakna heimalandsins og við verðum alltaf að horfa á þau líka út frá þessum vinkli. Ekki bara íslenska sem annar mál, heldur hvernig styðjum við þau líka tilfinningalega og félagslega. En þú kannski vilt segja aðeins varðandi. Já, ég get nú í sjálfu sér ekki bætt miklu við þetta nema að þegar að börnin koma til okkar í þessa deild sem eru sem sagt bara börn í leita alþjóðlegri vernd, að þá vinnum við með sjálfsmyndina sem er einn þáttur í listmeðferð að efla þeirra eigin sjálfsmynd og við gerum það bara sem sagt á myndrænan hátt. Við höldum náttúrulega mjög þétt utan þessi börn sem eru hjá okkur og eins og Kristrún benti á að þá eru flest þeirra sem hafa sem erfiðast reynslu að baki, þau eru ekkert tilbúin að fara að opna sig eða tjá sig það í orðum því að við þurfum náttúrulega að hafa túlk og þetta er svona svolítið flókið mál. En þau
Sum þeirra eru í barnahúsi, fá þjónustu þar, en við vitum í sjálfu sér ekkert hvað kemur út úr því. Það er bara vinna sem framfer þar. En við reynum að vinna og nálgast þau í gegnum list- og verkgreinar og það hefur tekist mjög vel í vetur. Það stoppa þessi börn lengi að við tala börn sem eru hælisleitenda. Ég meina, þau ekki rekin út meira og minna, þú veist, fákvæmstum hæli á Íslandi? Jú, alveg. Er það þá með þau í þetta ár sem þau bíða hér eftir úrlausn mála eða? Jú, þetta er alveg rétt hjá þér. Þau eru mislengi. Sum börn hafa verið bara hjá okkur í örfáa vikur meðan að önnur hafa verið alveg síðan í ágúst, semst að verða ár. Og það er allur skalinn. Það fer eftir því frá hvaða landi þau koma og það fer eftir aðstæðum. Hvert einasta mál er einstakt og er meðhöndlað sem slíkt. Þannig að það er frá 2-3 vikum og upp í ár. Þið þá ekki með börn innflytjenda? Nei. Þið bara vinna með börn með Börn í leita alþjóðlegri vernd. Já, þessi deild sem ég vinn fyrir. Já, já. Guðrún, gjörðu svo vel. Ég heiti Kristín og starfi á Hörgallaskóla og við notum hérna stöðumat frá Helgu Hauksdóttur, það var alveg ágætt. En getið þið gefa okkur dæmi eitthvað fleiri verkfæri? Sem er til núna og ekki verið að þýða. Spurt fleiri verkfæri til að gera stöðumat á íslensku væntanlega. Já. Allir orðnir ógeðslega leiðir á mér. Heyrðu, sko, við höfum í raun og veru ekki svona, það sem Helga hefur gert, hún hefur gert tvenns konar stöðumat og þá erum við að tala um stöðumat í íslensku. Já. Sko, Reykjavíkurborg er með stöðumat, eða orðaforðamat, sem heitir á milli mála, en það er bara borgin sem að notar það. Hitt er ekki til. Nei, annað er. Nei, og nema það sem að einhverjir kennarar hafa bara útbúið sjálfir og er ekkert endilega búin að deila eins og Helga hefur gert. En þetta er akkurat, þegar við erum að tala um þetta stöðumat, þá erum við að tala um í raun og veru ekki á íslensku, heldur það sem er fyrir. Hins vegar í framhaldinu að þá þurfum við náttúrulega að fara að vinna gott stöðumat sem er tekið þá á einhverja mánuði eða ára fresti og svo vinna hefur bara ekki verið framkvæmd. Já. Fleiri spurningar til hópsins? Og ef ekki þá alltaf, já, gjörðu svo vel. Kannski ekki spurningum, en bara þakka kærlega fyrir mér. Þetta var ótrúlega mikilvægt. Dýrmætt. Fríða heiti ég, starfi á skólafræðslusviði. Dýrmætt að fá þess að vinna inn og takk Kristján fyrir að taka leik grunnskóla saman. Því að það er svo mikilvægt að horfa á þetta sem heild og færa þau í framskóla líka. En mér langar aðeins að við vorum að tala um börn með erfiða reynslu og áfram. Við höfum verið að gera það í Reykjavík varðandi börn sem að koma hingað sem kvótaflóttabörn eða eru hér í leita alþjóðlegri vernd, að við höfum boðið upp á fræðslu fyrir skóla. Bæði höfum við gefið tækifæri til þess að vera með umfjöllun verkefni, þannig að kennarar geti spurt spurningar í starfsskóla og svo höfum við fengið sálfræðingar sem hafa reynslu að vinna með flóttafólki til þess að fjalla í rauninni hvað skólinn getur gert til þess að veita þessum meðferð nálgun á þess að þau fyrir að fara til meðferðarúrræðis. Og ég var á slíkri fræðslu í Vogaskóla daginn og það var svo athyglisvert að hlusta á hvað það er í rauninni margt sem að hægt er að gera í daglegu starfi til þess að draga úr ákveðinni hegðun og ákveðinni meðferðarúrræðum, bara með því að skapa meðferðir, rútínur, vinna með sjálfsmynd, viðurkenna bakgrunn og menningu móðurmál og einhvern veginn þetta að vera til staðar og að börn upplifa þau tilheyrt. Þannig að bara svona, ég finnst það bara að kennarum að tala, það er svo lítil grunnfræðsla sem þarf að fara fram svona sálfélagslega þætti til þess að sé hægt að skapa gott umhverfi sem að dregur þá úr líkunum á erfiðari málum síðan. Þannig ég held að við ættum alltaf að horfa á að það fari inn með allri svona fræðslu.
Við langar bara svona að taka þetta fram. Þannig að leik okkur þetta, við þurfum að taka þetta saman. En það var bara annað. Satt og rétt og takk fyrir þessar upplýsingar. Ég vona að það skili sér í upptökuna og ég ætla bara að minna aftur á að fundurinn hefur verið tekinu upp þannig að þið getið þá fundið þessar upptökur á heimasíðu verkefnisins ssh.mentameða.is og rifja þá upp það sem að hér hefur komið fram og ég veit að í fjölmörgum skólum hefur þetta verið nýtt einmitt á kennarafundum til að vekja athygli á þessum málum þar sem fundirnir hafa verið teknir að hluta til eða í heild og notaðir í umræðun líka til náttúrulega að vekja athygli á því sem að til og gert og hvernig það er gert. Fyrst það ekki fleiri spurningar, þá vil ég bara byrja á því að biðja ykkur að klappa vel fyrir hópnum, við þökkum fyrir okkur. Og svo þakka ykkur fyrir komuna. Takk fyrir.